Það var miðvikudagur og frú Magnhildur var stödd í Rósaþorpi. Hún var að kaupa ýmislegt sem fékkst ekki í Hafraþorpi. Hún var hálf fúl því að hana langaði til að kaupa sér nýja rósaklippur, en þær voru miklu dýrari en hún hafði búist við. Æ, sagði hún og andvarpaði. Ég vil víst að halda áfram að nota sníðaskæri mín til að snirta rósagrunana mína. Meðan hún beið eftir vagninum heim, kom hún auga á stórt skilti fyrir utan ferðaskrifstofuna. Á því stóð: Töfraferðir út í bláinn. Frá Rósaþorpi á ókunnan áfangastað. Farmiðar kosta 25 krónur, 10 krónur fyrir börn. Síðasta ferðin í sumar verður núna á laugardaginn, lagt af stað klukkan 2. Laugardaginn? Það átti eitthvað að gerast á laugardaginn. Já, auðvitað, þá átti hún afmæli. Frú Magnhildur myndi yfirleitt ekki eftir afmælisdeginu sínum fyrir á síðustu stundu, að því að, hún var orðin eldri en 21 árs og langaði eiginlega ekki til að muna hvað hún var gömul. En hana hafði lengi langað að fara í eina af þessum ferðum út í bláinn. Hún fór því inn í ferðaskrifstofuna og keypti 2 miða. Á þessari sömu stund var Blámann litli í Hafraþorpi að kaupa afmælisgjöf handa mömmu sinni. Hann var búinn að spara vikum saman og nú átti hann fyrir slæðunni sem hann hafði séð í kvennabúrinu, tískuversluninni við Aðalstræti. Hann læddist inn í húsið svo hann gæti falið slæðuna áður en mamman sæi hana, en hún var þá ekki heima. Já, alveg rétt, hún var í Rósaþorpi. Allt í einu hringdi síminn á veggnum. Blámann litli stökk alltaf hæð sín í loft upp þegar hann heyrði í honum. Já, kannski ekki alveg hæð sína, en þið viti hvað ég á við. Hann greip símann hálfsmeykur og sagði eins og mamma sagði kennt honum. Halló, þetta 296 í Hafraþorpi. Hver þetta með leyfi? Hæ hó, sagði þrumurödd í símanum. Þetta Freddi frændi sem talar úr þjóðgarðinum. Mamma þér heima? Nei, sagði Blámann litli. Hún í Rósaþorpi. Í Rósagarði? Spurði Freddi frændi. Nei, í Rósaþorpi, sagði Blámann litli. Píðilegt, en hlustaðu nú vel. Þú verður að fá mömmu þína til að koma hingað í þjóðgarðinn á laugardaginn, á afmælisdaginn hennar, þú veist. Já, ég veit það vel, sagði Blámann litli. Ég búinn að kaupa gjöf handinni. Ert þú búinn að kaupa eitthvað handinni? Nei, ég ekki búinn að kaupa neina gjöf. Veist þú eitthvað hvað ég ætti að kaupa? Í sömu andrá heyrði Blámann litli útidyrnar opnast, svo að hann sagði: Við hittumst á laugardaginn, og lagði tólið á. Frú Magnhildur spurði vitanlega hver hefði verið í símanum og Blámann litli varð að vera fljótur að hugsa. Elisabeth, sagði hann. Hún var svo fyrsta sem hún datt í hug. Hún ætlar að koma á eftir? Frú Magnhildur gerði sig ánægð með þetta svar og fór inn í eldhús til að búa til te. Mamma, sagði Blámann litli þegar þau voru sest við teborðið. Getum við ekki farið og skoða þjóðgarðinn á afmælisdaginn þinn? Það væri voðalega gaman að hitta Fredda frænda aftur. Svo bætti hann við fljótmæltur. Á ég að senda honum póstkort og segja honum að við komum? Nei, sagði frú Magnhildur. Ég ætla að gera dálítið annað á laugardaginn. Ég keypti 2 farmiða frá Rósaþorpi út í bláinn. Það síðasta ferði núna í sumar og við höfum áreiðanlega bæði mjög gaman af svona ferð. Já, mamma, sagði Blámann litli. Ég get ekki skipt á þessu miðum. Við verðum að fara einhvern tíma seinna að hitta hann frændaðinn. Já, mamma, sagði Blámann litli. Þetta voru auðvitað mikil vonbrigði. En þetta var nú einu sinni afmælisdagur mömmu hans og hann vildi ekki gera hann að leiða, svo hann sagði ekkert og át og drakk hljóðlega. En það var ekkert auðvelt því að þetta var hávært teborð. Ég býst við að ykkur langi til að vita hvað hávært teborð er. Það er ristað brauð með eggjum, epli, hrökkbrauð og mjólkurglas með röri. Æ, þetta er ljóta, hugsaði frú Magnhildur. Nú er hann leiður. Heyrist ekkert svo hljóð þegar hann drekkur mjólkina sína. Þegar þau voru búin að drekka komi Elisabeth í heimsókn og hún sagði við frú Magnhildi: Eigum við að reyta illgressið og snirta rósarunana þína? Mikið væri góð ef við gerðu það, sagði frú Magnhildur. En þið verið þá að nota gömlu sníðaskærin mín. Rósaklippurnar mínar být ekki neitt. Elisabeth snirti runana en Blámann litli reytti illgressi með rananum. Frú Magnhildur horfði á þau út gluggann.
Blámann litli var enn dapur á svipinn. Nú dettur mér dálítið hug, sagði frú Magnhildur við sjálfa sig. Hún hringdi í mömmu Elísabetar til að athuga hvort hún gæti náð í einn miða í viðbót, svo að Elísabet gæti komið með þeim í ferðina út í Bláinn. Auðvitað geri ég það, frú Magnhildur, sagði móðir Elísabetar. Ég viss að hana langar með, út í Bláinn. Það hlýtur að vera eitthvað spennandi. Þegar Blámann litli og Elísabet voru búin í garðinum, gaf frú Magnhildur þeim aura til að kaupa sér gos. Blámann litli hrestist ögn við þetta, en á leiðin út í búð rann upp fyrir honum að hann yrði að láta Fredda frænda vita að þau gæti ekki komið þennan laugardag. Hann var þess vegna að kaupa postkort og frímerki í staðinn fyrir gos, en Elísabet gaf honum svolítið að sínu og hjálpaði hann að skrifa postkorti svo að eiginlega var þetta allt í lagi. Hann skrifaði smá eftirskrift neðst áður en hann setti kortið í post. Honum hafði dottið í hug hvað Freddi frændi gæti gefið mömmu hans í afmælisgjöf. Laugardagurinn rann upp og Blámann litli gaf mömmu sinni slæðuna sem hann hafði keypt. Henni leist mjög vel á hana. Þakkaði kærlega fyrir drengur minn, sagði hún. Ég ætla að vera með henni í dularfullu ferðinni. Mikið eru þetta fallegi litir. Vagninn var alveg fullur af fólki. Leiðsögukonan benti þeim á athyglisverða staði. Þau fóru fram hjá mörgum fallegum stöðum, en loks dansaði vagninn í litlu þorpi þar sem fólk var að dansa þjóðdansa. Dásamlegt, sagði frú Magnhildur og andvarpaði. Hana dauðlangaði til að vera með. Hún skemmti sér konunglega þennan afmælisdag. Blámann litla fannst líka gaman í ferðinni, en gat ekki að sér gert að hugsa stöku sínum Fredda frænda. Þegar þau hefðu ekið nokkra kílómetra til viðbútar, sagði leiðsögukonan. Þá komið að síðasta áningastaðinum okkar og þar fáum við okkur te. Vagninn fór í gegnum stórt hlið inn í einhvers konar garð. Vagninn nam staðar og allir fóru út. Og hvað haldið þið? Þarna stóðu Freddi frændi með einkennishúfuna sína. Þau voru komin í þjóðgarði. Mikið var þetta stórkostlegt. Já, hérna, var það eina sem frú Magnhildur gat sagt. Hæ, kallaði Freddi frændi þegar hann sá þau. Þetta var óvænt ánægja. Til hamingju með daginn, Matti mín. Ég glemdi sko ekki afmælisdeginum þínum. Hins vegar glemdi ég að senda gjöfina. Svo fór hann eitthvað í burtu, en kom aftur eftir nokkra mínútur með böggul sem var dæmalaust illa pakkað inn. Þetta er afmælisgjöf handa elskulegri systur minni, sagði hann stoltur. Opnist á staðnum. Frú Magnhildur var ekki lengi að opna pakkan því að umbúðurnar rifnuðu bara í höndunum á henni og út úr þeim datt. Já, þið sjáu hvað datt út? Mikið var þetta snjallt hjá þér, Freddi, hrópaði hún. Hvernig gastu vitað að mig vantaði rósaklippur? Freddi frændi svaraði ekki. Hann drapp bara tittlinga framan í Blámann litla. Í sannleika sagt leið honum hálf einkennilega. Hann var engan veginn vanur því að gerðina smæltust vel fyrir. Þess vegna sagði hann bara. Jæja, vinir mínir, þá skal ég sýna ykkur þjóðgarðinn. Gjörðu svo vel að koma með mér. Hann fór með þeim þjóðgarði. Hann gekk svo hratt að frú Magnhildur var að kalla til hans. Hægðu á þér, Freddi, ég hef ekki við. Freddi frændi sagði þeim frá öllum dýrunum sem þau sáu. Þau sáu birni og flóðhesta og nokkrar hýenur. Elísabeti fannst ein hýenan ákaflega lík Rappi Vestmann. Sebrahestarnir og ljónin virtust vera mjög villt. Já, þarna voru alls konar hjartardýr og fuglar, þar á meðal páfugl sem breiddi úr stélinu þegar þau gengu framhjá. Mikið er þetta fallegt, sagði frú Magnhildur. Allt of fljótt raka því að þau þurftu að fara aftur upp í vagnin til að halda áfram ferðinni. Freddi frændi gaf Elísabet og Blámanni litla hatta sem seldir voru í þjóðgarðin til minningar heimsóknina. Hann hljóp á eftir vagninu niður afleikaran og nam ekki staðar fyrir þau beygðu inn á þjóðveginn. Komiði bráðum aftur, hrópaði hann. Vitið það, sagði frú Magnhildur þegar þau sáu Fredda frænda verða minni og minni eftir því sem þau fjarlægðust. Það væri hægt að eiga verri bróður. Já, mamma, sagði Blámann litli, en hann minntist ekkert á eftirskriftina sem hann hafði sett á postkortið. Hann hafði skrifað P.S. Þú ættir að kaupa rót.